Bjarni, þetta gerist valla súrara en þetta eins og í dag? Nei, þetta gerir það ekki og þetta var svona frekar lokaður fyrir hálfleikurinn. Seinni hálfleikurinn náttúrulega bara kála þessu leik. Við erum með 4-5 alveg dauða sénsa og náttúrulega frábær markvarsla hjá drengnum þarna og svo náttúrulega brennum við að víti í stöðunni 1-0. Og síðan notar Elvar alla sína reynslu til að fiska þetta víti í lokin og það er líka svolítið sorg í því en svona er þetta stundum. Byrjum bara seinni hálfleikurinn, þetta var bara kannski í bara 45 mínútur, kannski bara fram með uppbóti tímanum var þetta bara algjör eign selfisinga og eins og þú segir, fá dauðafæri til þess að klára þetta nokkur sinnum og vítið meðal annars. Já, það er ekkert hægt að kenna einum en einum um þetta nema okkur sjálfum og fórum bara illa með góðan leik og sérstaklega í seinni hálfleik og við verðum bara að bíta það súra epli að hafa að tapa þessu hérna í lokin og sjálfsmarkgerfið og skilur sem er náttúrulega algjör óöfni og þannig að þetta var bara fengum bara einhverja svona ótrúlega tusku bara í andlitið í lokin sko, bara með ólíkinu. Ekkert ósvipað kannski við fyrra móti Völsungi? Já, það má kannski segja það. Ég meina, já, eins og bara svakalegar loka mínútur segir klaufalegt sjálfsmark og víti bara, við tökum vítaspyrnu og þetta er svona hannaðan, ósamlega þeim dómi. Ég náttúrulega hef ekki skoðað þetta eða neitt. Þetta var bara, virtist vera klafs og sá sem öskraði herra fékk spyrnuna. Hvernig bara fannst það leikur samt bara spila slítið sem kannski talar fáðu dauðafæri lítið sem það verður svona fyrir utan það vera ánægð með bara frammistöðuna kannski í dag? Já, ég var mjög ánægð með seinni hálfleikurinn. Þangað til í lokin en seinni hálfleikurinn var náttúrulega bara helvíti flottur okkar hálfu og sérstaklega eftir við náðum forystu snemmi í hálfleiknum að það var náttúrulega bara klaufaskapur í okkur að klára þetta ekki með 3-4 mörkum en þetta er lífið í fótbolta. Svíi, þetta ekki Svíi inn fyrir mót, nafnið stólið úr mér núna, Frendsson minnum að heita. Já, Alexander, já. Já, veistu eitthvað stöðun og honum fyrir eitthvað að styttast í hann? Já, það fyrir að þetta kemur í ljós svona miðja viku, vonandi fáum við góðar fréttir þá. Bara byrjun á mótinu, byrjun núna með 3 stig eftir fyrsta leik, ætlaði hefði viljað hafa það 6 eftir daginn í dag en bara hvernig metur byrjunin og framhaldi núna? Ég náttúrulega bara, þetta er náttúrulega búið að vera ágætis stígandi í þessu hjá okkur undanfæri mánuð og rétt fyrir mót áttu við fína leiki og allt svoleiðis sko en við erum auðvitað hundsvektir að við erum ekki með 6 stig og þetta liggur í því sko. En vonandi bara náum við okkur á streik aftur og verðum að nýta þessi færi betur og þá held ég þetta lítið öðruvísi út fyrir okkur. Bjarni, takk fyrir það.